Stundum vill maður geta deilt efni með öðrum á fljótlegan hátt án þess að þurfa að senda tölvupóst. Og þá ein leið sem mjög sniðug að búa til möppu inn í Google Drive-inu og deila henni með viðkomandi. Þá hefur hann aðgang að öllu efni sem inn í möppunni. Þá býr maður til möppu og nefnir hún réttu nafni og tengir það kannski því fagi sem maður að gera, því verkefni, og ýtir síðan að búa til. Þá myndast hún hér. Og til að deila með möppunni langauðveldast að hægri smella og deila. Smellir hér að deila og bætir viðkomandi hér inn, til dæmis kennaranum. Og hér hægt að afhaka ef maður vill ekki að fara í póstur. Annars kemur hér póstur og hér þarf maður að stilla hvort hann á bara að geta lesið eða megi skrifa athugasemdir eða hvort hann megi bara geta breytt innihaldi möppunar og ýmislegt þannig, sem yfirleitt gert þegar maður að vinna með öðrum og svo ýtir maður hér á senda. Þegar maður búinn að deila möppu með öðrum þá sér maður að möpputáknið breytist og það mynd af kalli inn á möppunni. Þá getur maður alltaf vitað að aðrir hafa aðgang að efni sem inn í þessari möppu, sem dálítið gott að vita og passa sig á ef að maður síðan fer að setja eitthvað efni þarna inn sem á alls ekkert að deila. Því að sá sem með aðgang að þessari möppu hefur líka aðgang að öllu sem inn í þessari möppu. Sá sem fær síðan boð að vera í möppunni, hann fær annaðhvort póst sem lítur þá svona út og þú smellir á þá tilkynningu og ýtir síðan einfaldlega hér á opna. Ég get líka farið inn í Google Drive mitt og farið hér í deilt með mér og þá á það að birtast hér til að deila með hérna mappan.